Við ætlum að fara frá landi til lofts og tilbaka og það Landgræðsluskóli Sameinuðu þjóðanna sem hluti af þróunarsamvinnu Íslands og býður nemendum aðallega frá Mið-Asíu og Afríku sunnan Sahara í nám meðal annars sjálfbæra landnýtingu og samband landhnignunar og loftslagsbreytinga. Og Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna, hún komin hingað til að segja okkur frá þessu merkilega námi. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, gott fólk. Ég vil byrja á að þakka fyrir öll þessi frábæri erindi hérna í dag og ég vil líka þakka fyrir þann heiður að fá að tala hérna í dag. Ég ætla nú að tala í rauninni aðeins koma að því starfi sem við erum að vinna hjá Landgræðsluskólanum, aðalega reyna að tengja þetta í alþjóðlegt samhengi, en ég mun þó tala aðalega í rauninni tengsl loftslagsbreytinga við land. Og ef við byrjum, þetta blái hnötturinn, þetta jörðin okkar. Og loftslagsbreytingar ógna nú jörðin okkar eins og við vitum öll og öllu því magnaða lífríki sem hún hýsir. Við mennirnir eigum jú tilvist okkar þessum bláa hnetti að þakka og þá sama mun segja önnur dýr, plöntur og allar aðrar lífverur. Og ég hef verið þeirra gæfu aðnjótandi að í starfi mínu fyrir Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna hef ég ferðast á nokkra fjarlæga staði á jörðinni og hef fengið að kynnast fólki sem hefur lífsviðurværi sitt beint af landinu. Því miður hef ég einnig komist að því að loftslagsbreytingar ógna nú tilveru þessa fólks. Í Mongólíu kvíða til dæmis þessi ágætu hjón vetrinum. Þau eru hirðingjar í Góbí-eyðimörkinni en lífsviðurværi þeirra nú ógnað meðal annars vegna breytinga á veðurfari. Veturnir eru harðari og búpeningur deyr. Gestrisnin þó engri lík og mér var boðið upp á kameldýramjólk í hirðingjartjaldinu en ég gat þó lesið áhyggjur úr andlitum gestgjafanna nú þegar veturinn nálgast. Í annarri heimsálfu og í öðru samstarfslandi Landgræðsluskólans Níger, stórt land í Vestur-Afríku, 12 sinnum stærri en Ísland. Í Níger býr afar fallegt og gott fólk, en þar líka sár fátækt og fæðuöryggi lítið. Loftslagsbreytingar eru mikil ógn í landi eins og Níger, þar sem 3/4 hlutar þess eru eyðimörk og meiri hluti landsmanna treysta á landbúnað til að tryggja sér lífsviðurværi. Í Níger hafa miklir þurrkar herjað á landi síðustu ár, fæðu óöryggi og fátækt hefur aukist og landið hefur einnig ekki farið varhluta af þeim ófriði sem herjað hefur á þennan heimshluta. Það skiptir nefnilega ekki máli hvort við búum í Mongólíu, Níger, Íslandi eða Úganda, við reiðum okkur öll á þá þjónustu sem vistkerfi landsins veitir okkur og við verðum öll fyrir áhrifum af loftslagsbreytingum. Það má þó gera ráð fyrir því að fólk í fátækari hlutum heims sé varnarlausara fyrir áhrifum loftslagsbreytinga á landið og lífsviðurværi sitt. Það gerir okkur hins vegar ekki stikkfrí. Við berum öll ábyrgð á því hvernig við umgöngumst móður jörð og okkar gjörðir hér norður í Ballarhafi hafa ekki bara áhrif á okkur, heldur einnig á drengina hérna á myndinni sem þið sjáið frá Úganda og hirðingjakonuna 2 í Mongólíu. En hvert ástand lands á heimsvísu? Nú í haust kom út tímamótarit á vegum samnings Sameinuðu þjóðanna varnir gegn landeyðingu og myndun eyðimarka. Þetta rit heitir Global Land Outlook og samkvæmt því, á síðustu 20 árum samkvæmt þessu riti, þá hefur orðið aukning, 16% aukning á landi sem nýtt til ræktunar, landbúnaðarframleiðsla hefur þrefaldast og 24 milljóra tonna af jarðvegi hafa tapast vegna jarðvegsrofs. Á sama tíma milljarður manna vanærður
og 700 milljónir manna gætu lent á vergangi fyrir árið 2030 vegna vatnsskorts af völdum loftslagsbreytinga og landeyðingar. En hver eru tengsl loftslagsbreytinga við landið? Og þið sjáu hérna mynd frá Úganda sem var tekin núna bara fyrir þessu mánuði af moldrogi eða í rauninni svona dust storm sem kom þarna yfir sem var einmitt hluti vegna loftslagsbreytinga. Það eru að verða tíðari svona miklu stormar og svo þessara landeyðingar sem þarna í fjöllunum. Þannig að þetta veldur miklum áhrifum. Landnotkunargeirinn, svokallaði, talið vera ábyrgur fyrir 25% af heildarlosun gróðurhúsalofttegunda í heiminum. Með því að stöðva jarðvegseyðingu og endurheimta vistkerfi, að þá getum við unnið að þessari baráttu gegn loftslagsbreytingum og þetta er mjög mikilvægt í þessari baráttu. Af því að þegar að landið hnignar, þá losnar kolefni sem fer út í andrúmsloftið og eykur enn á hlýnun jarðar, en hins vegar getum við bundið mjög mikið af kolefni í jarðvegi og gróðri. Þannig að landið getur bæði verið hlutið af vandamálinu þegar við erum með landeyðingu og hluti af lausninni. En hver er staðan á Íslandi? Það er áætlað að frá landnámi hafi ígildi 440 milljóna til 1,8 milljarðs tonna af koltvíoxíði tapast. Og hérna sjáum við losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi árið 2015 þegar að landnýting, breytingar á landnotkun og skógrækt er tekið inn í dæmið. Þið sjáum það er tæplega 70% af heildinni. 70% í landnýtingu, breytingar á landnotkun og skógrækt, á meðan úrgangslosun er 2%, orkunotkun 10%, iðnaðarferli og efnanotkun 12% og landbúnað 4%. Þannig að þetta er gífurlega há tala. Þannig að tækifæri til metnaðarfullra markmiða liggja ekki síst í landgræðslu og skógrækt, endurheimt votlendis og bættri landnýtingu. Og svona aðeins til að setja ykkur inn í það, ef við tölum landgræðsluna til dæmis, þá getum við bundið mikið kolefni í jarðvegi og gróðri. Og samkvæmt loftslagsbókhaldinu í dag, þá er bindingin 2,2 tonn koltvíoxíðs á hektar á ári með landgræðslu. Og það er mikilvægt að stöðva rof í grónu landi og styrkja gróður þar sem hann nær ekki að viðhalda kolefnisforða jarðvegsins. En eftir að gróðri hefur verið komið til á áður ógrónu landi, þá heldur kolefnið áfram að safnast í langan tíma. Og mig langar að benda okkur á að á næsta ári mun verða hérna alþjóðleg ráðstefna sem einmitt tengir landgræðslu við loftslagsmálin. Og þið sjáu hérna á glærunni heimasíðuna af þessari ráðstefnu. sere2018.org sem ég hvet ykkur til þess að kíkja á. Skógrækt er líka mikilvæg. Því verulegt magn kolefnis binst í skógi og samkvæmt skýrslu Hagfræðistofnunar þá er þetta að binda 60 til 1120 tonna koltvíoxíð á ferkílómetra á ári. Það fer það eftir aldri, staðsetningu og trjátegund og bindingin er hröðust í viði trjáa. Og því meiri bíómassa, því meiri kolefnisbindi er einnig í jarðveginu. Svo er það votlendi sem hefur þetta verið mikið í umræðinni. En mesta losun gróðurhúsalofttegunda frá landi á Íslandi er frá framleiðslu votlendi, eða 73% af 16 milljón tonna heildarlosun landsins árið 2013. En þegar votlendi er ræst fram, þá nær súrefni niður í jarðveginn og plöntuleifar byrja að rotna. Og við það losna gróðurhúsalofttegundir út í andrúmsloftið og koltvíoxíð heldur áfram losna í mjög langan tíma í rauninni á meðan lífrænt efni er til staðar. Svo þið sjáuð hér, svona skematískt. Þannig að það eru miklir möguleikar að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með endurheimt votlendis. Og að endurheimta votlendi að mati loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna, þá erum við að tala um samdrátt í losun á 20 tonn af koltvíoxíði á hektar á ári og þá er búið að reikna inn aðra lofttegundir eins og metan. Og íslenskar rannsóknir styðja þetta mat Sameinuðu þjóðanna. Og bara svona rétt til þess að segja ykkur frá að það er nýtt verkefni í burðarliðnum sem er fyrirhuguð sjálfseignarstofnun til þess að fjármagna endurheimt votlendis á Íslandi.
og það einmitt, þið getið fylgst með því á votlendi.is. Svona aðeins sýna ykkur að það ýmislegt í gangi. En eins og ég nefndi í byrjun þess erindis, þá berum við öll ábyrgð þegar kemur að umgengni okkar jörðina. Það skiptir líka máli að við hjálpumst að við að leysa þann fjölþætta vanda sem nú steðjar að jörðinni, loftslagsbreytingum, ósjálfbærri landnýtingu og landeyðingu. Svo fátt eitt sem nefnt. Við hjá Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna, við erum bæði með nám hérna á Íslandi fyrir starfandi sérfræðinga sem koma frá löndum í Afríku og Mið-Asíu, sem koma hér til lands í 6 mánuði til þess að læra landgræðslu og sjálfbæra landnýtingu. Við höfum einnig núna hafið námskeið erlendis í okkar samstarfslöndum og við fengum styrk í gegnum sóknaráætlun í loftslagsmálum til að halda námskeið í tengslu við loftslagsbreytingar. Og fyrsta námskeiði var haldið núna í haust í Úganda, þar sem þessar myndir eru, og fjallaði einmitt sjálfbæra landnýtingu, landgræðslu og tengsl við loftslagsbreytingar. Þetta var afar lærdómsríkt námskeið fyrir alla aðila og það verður alltaf skýrara og skýrara hve margt við þjóðir eigum sameiginlegt og að við þurfum að standa sama gegn loftslagsvánni og röskun vistkerfa. Svo, þetta lokaskilaboðin, þetta mögulegt, we can do it. Og að lokum vil ég þá bara þakka þessum aðilum fyrir svona bara spjallum þetta og fyrir myndir og svo framvegis og efni. Takk fyrir. Það er reka eftir öllum hérna til að reyna að halda schedule, en þetta náttúrulega stórmerkilegar upplýsingar og Hafdís Hanna Ægisdóttir, takk fyrir það. Þetta svona stóra samhengið, þetta stóra myndin, Ísland Afríka og Afríka Ísland. Ég held að við getum bara sett þetta þannig fram. Og já, og við getum líka sagt að þetta náttúrulega hreinlega upp á líf og dauða. Herri, ég ætla að halda þessu áfram svo við náum síðan að fara í panelinn. Ef það ekki eitthvað sem alveg eldheitt og brennur á einhverjum, þá þökkum við Hafdísi Hönnu aftur fyrir Ægisdóttur. Glæsilegt, takk.